too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Rekus á Íslandi. Rekus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Rekus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Rekus á rekus.is. Hlustendur, tókstu þess áttur? Ég veit ekki hvers þáttur sko. Ég gat ekki verið með eitthvað svona óðir hlustendur eða blóðþyrstir hlustendur. Og þú hefur náttúrulega sagt ringluðu hlustendur mjög oft. Já, oft það. Ja, það ekki? Jó, ég held það. Já. Heyrðu, þetta allavega fyrsti tveir á toppnum þáttur. Desember mánaðar, tekinu upp og sendur út 4. desember, að kvöldi. Einmitt, engin þáttur í síðustu viku. Nei, heyrðu, það var sviplegt. Tóti, hvað gerist? Hver ber ábyrgð? Sko, mér finnst þú ber ábyrgð. Já, verðum við ekki bara að deila ábyrgðinni? Nei, það. Já, ok. Ég fór til London. Þú fórst til London og ég ætlaði bara að sjá með þeim. Já. Þá fikk ég ælupest. Rosalega ælupest, sko. Strákurinn sótti eitthvað viðbjóð þarna á leikskólan og ég bara var fárveikur, sko. Það viðbjóður. Já, og þá fór ég að hugsa þegar ég gat hugsa, sko, ælupest, þetta svona vitlausasta veiki sem til. Ég hef ekki fengið ælupest sem ég var svona 3 ára. Já, ok, að passa, Gussi 3 háls og hann kom með þetta heim. Heyrðu, þannig að það var ekki þáttur og þetta er samt svolítið furðlegt því alltaf þegar þú fer til útlanda þá verð ég veikur. Þú síðast fekk ég hjartastopp sko, og fór á spítala sko. Heyrðu, það gerist líka síðast. Þetta er nú bara nokkuð vel sloppið. Og alltaf þegar ég fer til útlanda þá gerist eitthvað í fjölmiðlinn sem ég er að vinna á. Já, það er svolítið svoleiðis. Einmitt. En við ættum kannski að kynna gestin, þannig að gesturinn geti tala við okkur, það þengi það. Jú, við höfum ekkert annað til að tala þannig að við höfum bara að kynna gestin langþráðan, Jónas Már Þórðarson lögfræðingur, fyrrverandi vinnufélag okkar af Fréttablaðinu heitnu og örugglega margt annað en ef ekki bara láta þetta duga, Jónas. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Herru, bara velkomin. Jónas, hvað er að frétta þér eiginlega? Hvað ert að gera núna? Ég er svo, þú veist, gaman að heyra eitthvað tala ælupestirna, sko. Þannig það eru að ganga. Er það? Ég er nýfluttur heim frá Danmörku og var að byrja í vinnu núna eftir fæðingarólu bara á mánudaginn og sunnudagskvöldið þá byrjaði eina dætra mínum að æla. Þannig ég átti svona ælupesta nótt Ræðilega, sko. Bara fyrir fyrsta vinnudaginn Jesus. Og mætti eins og bara skuggina sjálf mér eitthvað, já, halló gaman að ég var að byrja eitthvað og svo við vorum að tala saman að ég er með 3 börn sko, þannig að fjölskyldulífið er púsl þannig að við fundum tíma í kvöld af því að í kvöld er ég græsekill af því að fjölskylda mín er komin í bústað og mér var að berast fregnir þannig að núna konan mín kom með ælupest líka og bara þurfti að stoppa í Borgarnesi til að æla þar. Býtu, eru þið ekki nýflutt heim frá Kaupmannahöfn? Já, frá Danmörku, ég var að vinna í Kaupmannahöfn og við fjögum aðeins fyrir utan. Einmitt. En ég er búin að vera í fæðingarólu bara síðan við fluttum heim og var bara að byrja núna einhvern veginn í hversdagsleikanum sko. Hvernig er að vera, er ekki amazing að vera fluttur loksins frá Danmörku og loksins í frelsið hingað á Klagan? Komin heim úr útlegðinni útlegð úr draumaríkinu sko. Já sko, ég hef sagt að maður myndi flytja Íslendinga til Danmörku þá væri þetta nörgulega allt í lagi sko. Það er bara Daninn getur verið stífur sko. Það er einhver miskilningur að hann sé voða lígeglat sko. Fyrsta vekan sem ég bjóði í Danmörku þá heyrði ég setninguna nei það er ekki hægt oftar en ég hef heyrt bara á æðminni á Íslandi sko. Já, ok. Er það svona computer says no þjóð? Algjör computer says no þjóð sko. Ég fyrir þetta að sagða Svíja líka. Nei, þetta eru bara Skandinavar sko. Svo eru Danir búin að markasetja sig sem svona voða lígglað sko. Það er miskilningur sko. Þetta er allt sama tóbaki sko. Það er bara alltaf fyrir framanli bjórnum, tóbakinu og kláminu sko. Og þá automatist álíktu að þeir séu ógeðslega djóli sko. Einmitt, akkurat, nákvæmlega og þetta er ákveðin skellur en það er gott að fá þig tilbaka, Jónas gott að fá þig heim. Já, takk fyrir það. Það er bara geðveikt og byrja á ný vinna. Hvað er þetta að vinna? Ég var að byrja á laumastofu nýri bæ sem heitir Réttur. Já, ok. Mér finnst ég kannast þetta. Kannski að þetta voru sjónvarpsþættir
ég veit ekki hvort að það sé einhver tenging sko, það getur verið, það allavega tenging í þáttin sko. En þetta lögmastofa sem Ragnar Aðalsteinsson stofnaði sínum tíma. Já. Hann reyndar, held ég, bara komin á aldur og búin að kúpla sig vel út sko, en þetta eru töluvert fjölbreyttarverkefni en ég var í það út í Danmörku, sem var bara mjög gaman, bara mjög til í það. Vá, geðvikt. Og svo náttúrulega vannstu með okkur fréttablaðinu, gleymum því. Sætla minninga. Já, maður ekki glemast. Það voru góðu tímar. Var það ekki? Jú, ég hugsaði svona hlýtt aftur til þess. Já, ég held að þú hafði einmitt sko verið þarna á svona besta tíma þessa síðasta seasons af fréttablaðinu, síðustu 4 árin sko. Já, ég hugsaði sér rétt sko að þetta var kannski farið að súrna eitthvað pínu þarna undir lokin. Þetta súrnaði rosalega hratt. Já, gerst hratt. Þetta gerst svona fáránlega hratt. Eftir Jónas fór, þá súrnaði þetta mjög hratt. Já, það er auðvelt einhvern veginn að tengja mig við að ég hafi verið límið þarna félagslega sko. 100% sko. Nei, vákað að gerst hratt þegar ég bara líð sko. Já, vældi því. Já, þættir og sjónvarp maður, Jesus Christ sko. Ég er búin að vera svo lélugur að horfa á hluti sko. Ég held þessi fyrsti Tör og Tornhátur sem ég bara kom sem í kvíðin inn í sko. Já, okay. Ég er ekki búin að vera að horfa, ég er bara búin að endur horfa á Slow Horses. Já, það er gott endur áhorf. Það er geðveikt stöff. Ég er búin að kvíða smá koma líka sko. Ég er svona maður sem langar að horfa. Ég er svona, Slow Horses maður. Það er eitthvað svona sem ég langar að horfa. Svo kemst ég bara aldrei í það sko. Og ég kom með svona þáttakvíða. Ég vil ekki byrja á þáttaröða því það er svo mikið commitment. Ég næ kannski að horfa á 2 þætti svona ef ég á lausa stund og svo eru kannski bara 3 vikur í að svo lausa stund komi aftur og þá er ég bara dottin út. Einmitt. Þannig ég vil helst horfa á bíómyndir orðið í dag af því þá er þetta bara 2 tímar one and done, skiluru, þá er ég frjáls og fæ ekki samvinskupið yfir ekki einhvern veginn að rækta seríuna sem ég hafa búin að skuldbinda mig. Einmitt. En það eru svona nokkra seríur sem eru svona milli þáttarað sem ég er alveg búin að vera fylgjast með sko. Ok, einhverja sérstaklega sem ég já, svona fyrst sem kemur í hugan harður Invincible maður. Það er geðvikt. Ógeðslega gott stöf sko. Það er nefnilega, þetta er bara með sko, einmitt þetta teiknimyndir. Ég man að Arna Tómas held ég einhvern tíðan sagði hérna í þessu þætti að hún væri svona að byrja að finnast þetta eitthvað að súrna en þetta er sem sagt bara teiknaði þættir óðurhýttu þættir það verður síðan betra í season 3 sko. Fáránlega realistic sko. Og flott animation ótrúlega flott og bara góð saga sko. Þetta er svona gateway drug fyrir mig sko. Ég var eiginlega bara fann að lesa þessar teiknumyndasögur þetta er byggt á teiknumyndasögur sko. Og ég var bara komið með þetta í iPadina á tímbili og var að lesa gegnum þetta ekkert að halda mig við það sko. Nei, Tóti, þú myndir löfa þetta. Já, ég veit það. Tóti er alltaf að horfa á Law and Order, þannig að hann hefur ekki tíma til að horfa á neitt annað. Bara Law and Order. Svo líka bara alltaf að finna eitthvað gamalt. Sko. Er Law and Order ennþá í gangi? Ó já, einu með. Special Victims Unit er sem sagt á árgangi 27. Já, núna, sko. Og er þetta ennþá þú veist, er hægt að horfa á þetta? Já. Og meðan Mariska Hargitay og Ice-T eru þarna. Þau eru sko, við erum búin að tala það oft sko Law and Order. Ég veit sko núna ég get sagt til Jónas að þau eru sko handriðsöðunum mjög gjarnir á að taka alls konar viðfangsefni sem er að gerast í alvörni og skrifa þau upp í þáttunum. Og sækja oft flottin bara í fyrirsagnar úr fréttunum. Þannig að akkurat núna bara það er náttúrulega svolítið svona þekkt minni í þessum seríum sem eru búin að ganga svolítið lengi sko. Eins og Grey's Anatomy. Já, það er ennþá í gangi. Já, menn kona mín horfir þetta og þú veist Meredith Grey er búin að vera ykkur 30 ár núna bara. Og sko það sem ég fyndi er að leikkonan er búin að vera að reyna að hætta í svona 25 ár. Akkur getur það ekki? Já, þau komum bara alltaf með feitar að tjekka hendinni. Þau eru alltaf bara eitthvað svona, viltu hætta? Og komum bara með svona stærri skjalatösk á peningum og leggja borðið sko. Þetta er náttúrulega ótrúlegt sko. Er þetta eitthvað sem maður vill, þú veist, þegar maður er leikari, vill maður detti þetta eins og gælan sem leikur Meredith Grey, eða vill maður freka vera þetta er kannski hræðilega að setja upp hjá menn en ég bara því mitt alltaf í hug vill maður freka vera einhvern eins og Tom Cruise eða leiki kvikmyndi með eitthvað. Nei, það var einhvern veginn þannig. Nú held ég nú er bíófólki meira að fara að sækja í sjónvarpið, það er miklu meira að gerast það sko, og meiri peningur. En hitt sko, ég meina þú veist ímyndar hvað eru margir sem eru að reyna að bara komast á blað þann úti í Hollywood sko. Þannig að fyrsta leið er komin inn fyrir eitthvað dyr og ég meina, þú veist, þú kannski horfir bara í speilja, ég er kannski ekki bara betri leikar en þetta, þú veist, þú meina, þú bara með öruga vel launaða vinnu, sko, og getur náttúrulega leikur þetta blindandi, sko þú veist, eins og hjá Mariska Hargitay, sko hún og Ólíu Benson runna saman, sko þurfi ekkert einu svona að leika, hún bara mætir, sko
Já, og svo þetta, þú veist, ég mitt bara þú veist, það kannski farið að veita einhvern afslátt á gæðunum í skrefum, skilur svona þegar komið í seríu 20 og eitthvað sko, Einmitt, að þá þetta kannski aðeins minni pressa, að ég meina eins og þessi sko, kona mín horfði á Grace og hún stendur alveg við að þú veist, þetta gott fram að svona seríu 6-7 sko. Ok, þannig hún er búin að samþykja það að þetta sé ekki alveg eins svona. Já, hún samþykir þetta fer út í smá þetta jumpar hákallin alveg vel sko og fer út bara einhver svona þælu og þá einmitt bara einhver svona, það einhver svona COVID-sería sem víst bara skelfileg sko og þú veist, það allir dánir sem voru í þessi byrjun, skilur, hún bara eitthvað ein eftir. Ég man eftir hérna karakterunum í fyrstu seríunni, það galið? Þú veist eins og Catherine Heigl sem var náttúrulega bara fræg hérna út af þessu. Hún potið dáin sko. Hún löngu, svo löngu alveg löngu. Hérna Parker Dempsey náttúrulega hérna frækt handó sko. Dr. Dreamy. Dr. Dreamy sko. Já, var hann Dreamy eða Steamy? Ég man ekki. Það var ekkert eðla góður sko. Þú þekkir þetta alveg? Nei, ég hef sagt frá því ég er náttúrulega fóbískur, ég þoli ekki svona lækna á spítalarhætti, því ég er bara spítalarhættur sko. Eina sem ég horft á í þeim geira er Dr. House sem var náttúrulega líka ekki tanni sko. Já, það er líka gott staf sko. Fyrsta serían af Dr. House er frábær sko. En það fer samt líka út í smá þælu svona, þegar framlíða stundir sko. Núna er nefnilega Pitt að því lækna þenni, Pitt á HBO Max. Það eru vist bara einhver sturlaðættir og það er bara eins og sért á bráðvaktinni og er þetta ekki sami gæi og léki í eða þú veist, ég held að geti verið villist hjá mér eða sami gæi sem að bjóta til hann einhver tengingu í bráðvaktina sem var náttúrulega frábæri þættir, George Clooney og okkur fleiri IR maður, bráðvaktin alltaf á rúf en svo víkjum að tala náttúrulega að Lóðan Dóriður það er ekki sko nóg með að þeir náttúrulega sækja semst bara líðandi stund þetta er mikið dirfska, ég sagði frá daginn að Ice, hann tók Benson í einum þætti nýlega það átti að fara Ice kom bara inn á löggustöðun alltaf bara taka lykilvitni í nauðgunarmáli og vísa yfir landi sko. Og hún stóð upp í háruna og bara tók hérna fasta og svo í gömlu Lóðan Dóriður upprunalega sérinu þá var svona arabískur diplomatasonur sem var grunnar á morð og það var svona þá var alltaf pólitíkin komin og farin að þrýsta á saksóknarinn bara mátt ekki draga fyrir dóm sko við erum að gera risastóran vopnasamning við heimalandi og okkar maður eða sá Tony Goldwyn sem er saksóknarinn þar hann keyrði þetta allar leið sko og svo bara kom einhver pólitískur félag eins og bara og þetta er að sjá þessu vinni minn sko bara hvíta á þessi fara að pressa á saksóknarna í New York sko Eru þið eitthvað að leita efni svona utan landstæðina eins og Íslandi? Eitthvað skólameistari sem að væri ekki skipaður áfram af því hann týndi skóm Já, heldur það getur orðið einhverju máli í Lóðan Dóriður? Já, ég menna Mariska var víst mann í vettur að fyrir álandinu að spóka sig bara Aha, já, ok Já, og svo líka þetta með peningana sko við erum talað um Ice-T búin að vera í 26 ár sko og svo var Kelly Gittis sem að leikur Detective Rollins, hún var hætt en hún var rekin í fyrra og tekin inn aftur núna og svo bara byrja þessi sér á því að Ice-T er lamin í köku og hann er búin að vera meira minna frá svo var Ice-T útskýrð þetta daginn sko að vera að skipta launabudgetin á milli hans og Kelly Gittis þannig að Ice-T er bara búin að vera bara á spítala og týndi byssunni sinni og eitthvað vesen sko. Það er svo fyndið þegar einhvern svona pulsugerðinni þarf hann að skína í gegn sko í lokaafurðinni þú veist, maður er svona farin að fá einhverja innsýn í gegnum þættina í hvernig verið að gera þættina og svona samningaviðrur að bakvið sko. Já, sem er samt alveg þetta er náttúrulega trufla mig að ekki borga manninum, hvað er það? Sko að því að við erum einhvern að tala um þetta minnum á þegar maður, þú veist, dettur í að horfa því að þú veist, sín stöðtu, áður stöðtu alltaf með Bold and Beautiful Glæsta vonir, alltaf á mótnana og Neighbours, alltaf á mótnana eða í hádeginu reyndar Neighbours var svona seinnipartinu Já, Neighbours svona hádeginu og svo báða þættina seinnipartinu, sko, beint fyrir frétt eða svona rétt áður en að fréttina að byrja og svo var ég að horfa ég var í okkur biðstöðum daginn eitthvað að vera að sína biðstöð ég veit ekki, ég var einhvers staðar og það að vera að sína þannig að þetta á mótni heyru, er ekki bara Erik Forster að giftast Brooke ég horfði á því bara
og sami leikarinn og leik Erik Forster þegar ég var lítill, bara búin að eldast ekkert eða mikið, sama kona sem leik Brooke þegar ég var lítill og þannig eru þau bara að giftast árið 2025, bara þessar persónur sem ég veit hver þetta eru, skilur bara mamma mín, systir mín, bara horfðu allir á þetta eitthvað, þetta er bara að vera eitthvað svona interdimensional cable concept, sko, maður bara eitthvað svona eins og ég er ekki Morty sko. Talandi það, sápur, daytime TV það er náttúrulega ekki mikill kannski metnar, ég er búin að vera að lesa svo mikið að hlusta á ævisögur ég held að vera að segja mér að vera að horfa á sápur Nei. Og þá einhvern tímann í einhverju svona sápu þá sko álpaðist þarna inn einhver leikar sem aukt metnað og var búið að taka senuna sko og getum við kannski tekið þetta aftur Ertu þroska eftir faraðir það er bara alltaf ein taka það er bara ekkert taka þetta aftur það er lægi með þig setur budgetið upp ná bara það er eitthvað nostra við þetta en sko minn stærsti kvíði núna þegar við erum að tala um þessu sjónvarpsþætti er og út af þessu potti náttúrulega það verður maður alltaf að vera að horfa og ég er alltaf að hugsa þig svakalega pressa Stranger Things ég er ekki eins og byrjar skandal ég er bara að biðast afsökunar sorry ég er ekki eins og byrjar á nýjasta Jónas þú ert ekkert mikill Stranger Things maður já þú veist ég horfði á fyrstu sérina og og það sem ég svona nýt Stranger Things er einhvern veginn svona væpið og lúkið sko það er alltaf langt besta við þetta sko 80s nostalgían er alveg ótrúlega áþreifanleg en ég veit ekki þú veist, er hún ekki eitthvað svona smá farin að missa marks þegar þetta fólk er þessi krakkar er bara eitthvað rífullarnir þau eru orðin ekkert eðla fullarnir þetta er bara saman þú veist að tala um þetta Bold and the Beautiful þetta eru sömu leikararnir sko bara já en það er bara svo rosalega hvað eru mikla breytingar á þeim sko. þetta er bara, þú veist já, með þú veist að taka krakka sem bara svona byrja á kynþroska bara þú veist að mesta útlitsbreytingar skeiði æðinar þetta er alveg sjokkerandi og ætlar að búa einhverjana langtíma svo ég var, þetta er hvað, 5. serían núna og hún er verið helminga þetta er síðasta serían eitthvað kljóðum í þrenn ég var, já þrennt einmitt og síðast að vera bara eitthvað svona mynd bíómynd og ég var ánægð með 4. seríu sko. þá allt í einu svona þú veist, það var einhver sería önnur eða þriðja þar sem voru einhverju nokkri lélegi þættir sem voru eitthvað svona smá hlýðaskref þriðja serían sem gerði marga bara reiða gæti verið sko en svo 4. seríu þá er komin svona alvöru skrýmsli alvöru vondikall vekna maður, geðveikt dæmi bara þú veist, mjög ókveikandi fróttalegt, ég er spenntur þetta er þessu dóti sko, og ég er náttúrulega búið með þessa 4 þætti Ertu búið, og hvernig er þetta? Á þess að spoila? Þetta er fínt, sko og ég meit samt, sko það er þetta með, sko, lengdin þetta er búið að gangi 9 ár Þetta er búið að gangi svo lengi 2016 Ég og Dóra vorum ekki byrjuð saman þegar Stranger Things byrjaði Sumarið 2016, ég man eftir þessu og þú veist, það var náttúrulega geggjað, sko en það er svona, það er tvennt sem heldur mér alltaf það er þetta sem að Jónas að tala um, það er þessi fílingur og áferð, þetta er bara minn tími 80s, sko og svo er þetta svo ógeðslega Stephen King sko. Þetta gæti bara verið þetta er rosalega það er svo mikið King vibe í þessu öllu sko. Þessi Duffer-bræður er náttúrulega undir sko, stórkostlum áhrifum frá King og náttúrulega þetta gengi minni náttúrulega svolítið mikið á lúsaraklúbin í eitt til dæmis nema hvað að það eru 3,5 ár síðan að þessi sería 4 kláraði sem að þú varst ánægður það er svo langt síðan og þetta er allt og langt, þetta er ekki hægt af því þau eru á þessu gömul líka bara þetta, af hverju hvernig getur maður haldið áhuganum eða sko lifandi í 3,5 ár þannig að ég byrjaði að horfa á þetta núna og ég myndi ekki neitt ég myndi ekki eins og hver voru sískinni eða hver voru pör og bara algjörlega lost var ekki eitthvað svona previously Jó, það dugir ekki til þess að Previously on Stranger Things Já, það dugir ekki til þess að setja þetta alveg í samhengi aftur sko. Er þetta ekki líka eitthvað svona frekar flókin atburðar ás í rauninni og þetta underground under over upside downið þetta er alveg en það sem er svo líka hella við þetta að, þú veist, ég fór að hugsa þetta bara þegar þú segir þetta í 2016 þetta hefur náttúrulega haft líka bara svona geðveik áhrif á kultúr síðustu ára skilur bara tónlistin úr þessu er allt inn að fara að vera eitthvað svona væral á TikTok og krakkar það eru bara eitthvað svona hlusta Kate Bush er búin að græða meira á running of the till eftir Stranger Things en hún gerði þegar lagið sló í gegn sko, í 80-sinu og þú veist, og maður sér á krökkum og einmitt á TikTok og eitthvað svona það er eitthvað svona nostalgíu lúk svolítið inn núna sko það er kannski meira svona 90s en það ímar alveg á einhver svona 80s tónum sko Já, einmitt, nú er það alltaf búið að
erfitt að rekja það ekki aftur til Stranger Things sko. Finnst mér. Tveir á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum tveggja á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun með skoðunastöðvar á 10 stöðum víðs vegar landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. Og þetta ennþá, það eru alveg geggjulög búin að koma núna. Já, Tiffany hérna. Hver ég ekki búin að horfa á þetta? Tiffany, I think we're alone now, sko. Það er alveg geggjalag, sko. Karaoke-lag hjá mér, sko. Sjúkt lag, sko. Ég að vona að hún fái bara sömu uppreist æru og Kate Bush. Þetta verður bara, gera hana bara moldrík aftur á efri árum, sko. Já, hún ennþá. Já, hún aktív, sko. Já, ok. En svo líka, sko, þetta hafði elst alveg rosalega. Þetta náttúrulega bara svona eiginlega fullorðið fólk eins og Eleven hvað heitir hún? Núna heitir hún Millie Bobby Bon Jovi. Hún náttúrulega langfrægust. Já, núna heitir hún það einmitt. Millie Bobby Brown Bon Jovi. Já, Brown farið, sko. Bon Jovi komið í staðinn, sko. Bon Jovi. Þetta dóttir? Bon Jovi tengd á pappina, sko. Nú, ok. Hún giftist inn í Bon Jovi fjölskylduna. Sick. Bon Jovi Empire. Já. Bon Jovi líka karaoke fasta gestur hjá mér, sko. Munið þið að Drake var að senda henni skilabóð þegar hún var eitthvað alveg bara núg, munið því. Það var það sem Kendrick Lamar var alltaf það var það, eitthvað svona grooming dót til að fara saman okkur körfuboltalíki og eitthvað svona alveg proper skrítið. Svo hún bara bresk, kemur alltaf mikið. Hún bresk, sko. She's British. Ok, það reyndar það útskýrir sumt samt, sko. Já, hún náttúrulega eða þú veist sko með við þættin allavega hún að vinna með svona fyrir eitthvað hardcore skinku lúk, þú veist, í raunveruleikanum, sko. Og minnst einhvern veginn auðvitað að tengja það bara við að vera Breti, sko. Bara beint á Love Island þetta búið. Svo náttúrulega allt þetta með, sko, David Harbour og Lily Allen. Já, það ros. Lily Allen náttúrulega bara með takedown-plötu. Elskar Lily Allen. Hún hérna ég bara verið fan, bara lengi Lily Allen. Sýstir Alfie Allen sem leik nú Theon Greyjoy í Game of Thrones, skemmtileg biti, gerði lagamann sem heitir Alfie. Hendið þessum bita inn. Hún komst allir í fréttir daginn með þessar plötu, West End Girl. Já, West End Girl, það ekki. Íbúðurinn hans var í West End hvernig í New York. Já, sem semst þessi, og ég vissi ekkert hvað það ég spyrja Dóri, hver þessi Lily Allen? Er hún eitthvað númer, sko? Hún alveg farið fram. Manstu ekki að því Lily Allen? Nei. Hún var alveg proper stjarna svona, þú veist, 2005. Já, 100%. Hún var alltaf að gefa út svona bangar. Já, ég hef bara verið einhvers. Og svo var hún bara í neyslu og eitthvað greið, datt svolítið út. Svo gaf hún upp plötu svona hvað að segja, svona 17-18, svona góð og fór síðan aftur í einhverja pásur og svo var hann að koma með þessa plötu núna. Já. Sem basically bara stóri fokki putti á David Harbour. Já, og það er rosalega flott og töff að sparka í mannin, sko, og sko gera þetta hittari líka, sko. Það er alveg magna. En ekki ótrúlegt hún hafa ákveð að gera þetta rétt á hún að ný seria Stranger Things kemur út? Já, það er kannski ekki ótrúlegt, kannski taktíst, sko. Ég veit þetta er ekki álhatturinn. Nei, en svo náttúrulega eftir þessi plata kemur, sko, þá fyrir að sullast upp eitthvað meira miðurgeðslegt á þennan mann, sko. Og nú hefur við að tala um það að þegar að Stranger Things klára sitt raun, þá er eftir að koma ennþá meira og verra. Drullum all á hann, sko. David Harbour? Já, okay. Og þetta þykir okkur Dóri mjög leiður þetta því að þetta er mjög viðkunnulegur maður á skjánum, sko. Já, mjög skemmtileg leikari, sko. Já, hann að og þetta er leiðilegt. Hvað, það var einhver saga um hann og Millie Bobby Brown sem var svo ekki rétt? Þetta er náttúrulega, það er óskilnægt, sko. Það var ekki viniðinn á Daily Mail sem að koma með fréttum. Jú, það var ekki bara bunga af umkvörtunum út af samskynni þeirra núna við tökur á sem síðustu þáttum, sko. Ég mitt sá skrifstofa Daily Mail síðustu helgi á London, labbaði fram þeim. Já, en þau eru búin að vera bara rosalega flott og bara mjög svona kósi saman að kynna þessa þætti, sko. Svo kannski getur verið bara framlistu gengið sér bara brosið framan í kameruna rétt á meðan og nei, ég veit það ekki, sko. Það var nú ekki fyrst sinn sem það var gert, sko. En það var alltaf margbúttakar það stendur hérna í samningnum eitthvað þið eigið að vera vinaleg í kynningatúr en já, þetta er alltaf en þetta fer alveg vel að stað og þetta með aldurinn
og þegar ég dett alltaf, ég gleym alltaf þannig á milli, þá ég ekkert að pæli hvað gömul já, hann þetta bara semi-fullorðið fólk sko, það getur verið að standa í þessu alveg bara mín vegna í 9 ár sko ég veit ekki eins og hvað það eiga að vera gömul það kannski engin fókus á það ekki þannig samt eiga þau örugglega að vera yngri en ég upplifuði alltaf þegar ég er búin að gleyma hvað ég voru gömul sko. Hvernig eru það að klæða sig í þessum nóttum? Eru það að klæða sig eins og grunnskóla krakkar? Já, það er svona skrítin fólk það klæddi sig enginn eins og grunnskóla krakkin að gæslappu í 80s það voru bara allir með sinn stíl sko. Þannig að þessi með skarið í vörunni hann bara alltaf með derúi og síðan krullaðan luppa og reykfrakka Er þetta ekki dottið inn í 90s núna? Nei, ég held að þetta sé 87 minnir hafi komið áttali í byrjunni það nú ekki hægt að trakka þá hvað það eiga að vera gömul já, þá þarf maður bara að reikna sko, og það er svo erfitt fyrir mig Nei, þetta er 87, já, þetta er 87 þetta er árið sem ég byrjaði mentó Og erum við núna rættar, er hún í þessari sér? Já wow. Og svo er það sem er besta við þetta og svo þeir eru alltaf búin að vera með eitthvað svona 80s íkon í aukaluturki og núna er það Linda Hamilton bara Terminator gellan sjálf úr Terminator 2 og sem er líka Terminator 1 Beauty and the Beast Hún er í þessu Hún er vond kelling sko. Nei og hún er hérna í þessu rannsóknarpakki hérna sem er að krukka í þessu Alveg rétt Það eru ýmsir búin að vera sko hvað er hann, Paul Reiser var hann ekki sem var hérna svikarinn í Aliens sem var alltaf að reyna að láta Alieni komast í Sigourney Weaver Einmitt Carrie Elwes hérna úr Princess Bride það er alltaf búin að vera svona einn Samwise úr hann er alltaf hann var náttúrulega hann var að deyta á Vínunarættir í Sýri 4 Geðvitt Þannig að þetta er fínt sko og svo er líka verið að reyna að ráða þess í þetta sko að í Stranger Things á kristallist sko tilvistakreppa Netflix þetta er eiginlega fyrir utan Orange is the New Black og House of Cards þá er Netflix eiginlega Stranger Things er eiginlega aðal þetta er svona flaggskipið sko og svo núna í endan þá er að fleiga þetta í þrennt sko þetta er svona svolítið vilja menn vilja lesa já þér að við kenna þetta bindstæmi ykkar er ekki að virka sko að því að Disney og Apple TV hafa bara verið að gera gott mót með gammaldags vikutempo og þetta þannig að þetta er kannski eitthvað en þetta er alltaf að 4 þættir búnir annan í jólum kemur eitthvað smá og svo á hvað er ekki gamlástag þá verðum við ekki að taka sér þáttum þetta 2 klukkutímar og korter jú það er næsta ári væntanlega gera þetta búið já hvernig þú hvernig ætlar að horfa á þetta ég verð að horfa á þetta við vorum að gera jólafríðinu Er þá Stranger Things frá í bili? Já, ef það er frá þá lókum við reyndar að droppa einu meðmælum að mynda einmitt á Netflix sem heitir A House Full of Dynamite Eru þið búin að sjá hana? Já, geðveik Þú fíla hana? Það er bara, ég fíla hana í ræmi En hvernig var það endur? Geðveikur Hann er geðveikur, ok Já, það er alveg, já Mér fannst Ég skil að því þú veist sko myndin fjallar náttúrulega ekki það sem, þú veist, sprengina skilur við viðbröðin, hún fjallar viðbröðin og já, fyrir hlustundur þá er þetta það sem sagt þetta segir frá fólki í, þú veist, eitthvað svona White House, Operations Room og fólki eitthvað svona í hernum Bandaríkjunum eitthvað að það byrti sem sagt allt í radar eitthvað svona intercontinental missile bara með kjarnavopni sem stefnir á Bandaríkin og þetta segir á svona 20 minna kafla frá viðbröðunum, þú veist, frá einu sjónarhóli og svo því öðru og svo því þriðja og maður fær ekkert að vita í rauninni, ég kannski að spóla Já, nei, við erum alveg búin að við tókum þetta fyrir ok, mér fannst hún þetta bara betri spennumyndum sem ég séð í fleiri ár. Alltaf mjög spennandi, maður var alltaf að bíða og þú veist, og horfa meira ég er með svona einhverja þráhyggju fyrir svona mómenti þegar skíturinn fer í viftuna sko. Þú veist, það er svona það kemur mér í gýrin algjörlega svona, þú veist, allir upp á dekk skiluru mómentið sko. Einmitt, þetta er yfir fyrir manni marga tíma úr allþjóða stjórnmálum og þú veist, hvað er þetta ekki alltaf prisoner's dilemma þú eru alltaf 2 fanga og veit ekki hvað annar er að segja og hvernig þetta verður og já, þetta er það sko, einmitt þeir eru að ræða viðbröðin sko og
hvernig brestu við þegar þú veist ekki hvað raunverulega Já, og það náttúrulega þessi sögn þú veist, mutually assured destruction sem hefur verið svona kannski svona brúar spennan í friði að því þú ert með kjarnorkuvopn þá vill enginn ráðast á þig, skilurðu, og þá bara ræðst enginn á neitt basically, sko, það bara og staðinn í Rússlandi, þú veist, ef Rússar væri ekki með kjarnorku, þá væri þetta náttúrulega löngu búið, skilurðu, þá væri bara búið að fara þannig inn, skilurðu, getur maður ímyndað sig 100% en og svona sagan sko, bara eitthvað svona, ok, en hvað ef þetta gerist, skilurðu, þá eru ákvarðanir sem þarf að taka. Þú veist kannski ekki hver að ráðast að því og hvernig ætlar þú þá að ráðast á móti, skilur, til þess að tryggja þetta mutually assured destruction, sko. Þannig að það einhvern veginn svona, þú veist, þetta er svona örlaríkar ákvarðanir, sko. Það kveikir í mér, sko. Já, og í Bandaríkjunum þá endar með að svo ákvörðun hvílir á herðum eins manns og það var nú kannski betra að hann sé ekki algjörlega clean sein. Já, ég væri freka til að Idris Elba það með þann bolta heldur en hefur hann ekki sá maðurum mitt sem að verður ekki nefndar nafn hér, hefur ekki frest eitthvað lítið á honum er ég eitthvað ruglað? Hann er búin að vera bara til friðs það ekki bara síðustu dag, þetta er bara skrítið ég veit ekki hvort sé bara Epstein skjölin eða eitthvað sko, en hann er bara búin að vera þæg sko, hann fekk þarna Mamdani til sín og bara fáránlega vinalega fund kallaði mig bara Já, það er bara einu kallin við hann að daginn eftir þá getur hann verið búin að snúa algjörlega við 90 gráður sko. það er náttúrulega það sem er erfitt sko. hann er óútregnilegur sko. það er ákveðin heila bylur þessi dínamítmyndi, hún er alveg tekið eftir svona eftir þess að frá líður, hún er rosalega umdeild það er annarkvort bara fólk ánætt með hana eða bara alveg bandbrjálað sko. og það er yfirleitt endur sko. Ég var komin í hópsfjöll bara strákar, þú veist þetta er minnst takið sko. Og ég varði nú þennan galopna endi hérna í þættinu sem við vorum með mynda sko, því að þetta er einn fullkomna óvissa sko. Já, og óvissan, þú veist þú skemmir svolítið konseptið með því að gefa einhvern Já, það hefði sennilega sko tekið þessa mynd niður sko, nokkra Já, ég man eftir því, þetta fór í töðunum með fyrst þegar ég horfði á þetta sko, og svo hefði maður var að melta þetta, þá var maður hrifnari sko. Og svo bara, ítrykka ég bara enn og aftur að ef þið viljið bara sjá því afturmath eða afleiðingarna þá bara finnið BBC myndina Threads frá 84 Ég var alltaf eftir að sjá hana hún er alltaf döðlangar að sjá hana hún er sko ég sá hana alltaf sem úlingur á RÚV sko Er þetta ekki svona, þú veist, svona dót sem bara situr í þér? Jú, hún situr ennþá í mér og ég horfði á hana fyrir heiti fyrir og það var ennþá samt ég var alveg búin að gangi gegnum einu sinni en maður er samt algjörlega bara eftir sig sko skítrættur náttúrulega Wow Já. Herðu, Netflix, þú er að tala mikið Netflix. Það var að koma ég sá ofta hún bara gæri, ég held hún hafi verið þetta inn. Það er heimildamyndum Sean Combs. Er það ekki þessi P. Diddy? Herðu, það er rosalegt. Hún er komin í fyrsta sæti, þetta eru 4 þættir. Já, við getum neyslis að tala líka um það. Þetta er komið yfir Stranger Things. Það var einmitt einhver að segja mig frá því í dag. Já. Þetta er komið yfir Stranger Things. Já. Þetta er náttúrulega maður sem allir að tala um sko. Hvað, þú veist Sean Puff Daddy hvað ætlar ekki Trump að ná þann? Ég á svo ótrúlega rétt með að hafa áhuga á svona dóti sko. Þú veist skilur réttaröldin hérna Amber Heard og Johnny Depp og svona, það snerti mig bara ekki neitt sko. Nei, ég veit ekki menna Diddy sko, ég náttúrulega ég get ekki nefnt eitt lag með honum sko en það sem getur fengið mig til að horfa á þetta er náttúrulega bara, ég held að heilla sko, bara karakterstúdíinu, bara hvers konar fíblega frík ertu sko. Það sem er áhverjast við hann, hann var náttúrulega með þessi freak-offs, þessi party og sagan náttúrulega í kringum þau partí er alltaf svo að það hefur verið hann bara öll selab heimsins þetta er svona Epstein fæla pakki svolítið svona Hollywood bara allt hafi verið hann einhverju hafi einhver tíma stungið að því svo hefur þetta svo oft verið í einhverjum lögum og einhverjum gömlu grínmyndu bara hvað þetta er bara svo eitthvað Sean Diddy eitthvað Diddy party, Puff Daddy party eitthvað skilur þetta er allt svona hann er svo að allir vita þetta sko það var náttúrulega þannig með Harvey Weinstein sko vissu þetta allir og það er náttúrulega svona kannski mesta skömmin í þessu öllu er að þú veist kerfið varði þetta skilur og þetta er greinilega eitthvað sem er að gerast aftur núna og náttúrulega sama með Epstein skilur þetta er allt bara svona mismunandi svæði í efstu lögum samfélagsins þarna vestra sko og annars með eitthvað svona finance politics Epstein og svo kom með eitthvað svona Hollywood
framleiðendurnir og svo ertu komin í rappheiminn og eitthvað að það er náttúrulega það sem er mest fátt að við þetta sko er að þú veist allir vita af þessu og út af einhverju meðvirkni þá er þetta snúið upp í bara svona ég menna þetta er bara og menningi bara menningin það er bara sko. sem fyrir 20 ára bara hvernig var þú veist að tala um þessu mál þetta er bara fyndið á þess að ljóma eins og bara Gunnar Smári eða eitthvað sko þú veist ég held að þetta sé bara þegar þú komið með svona peninga skilur þú getur fengið allt sem þú vilt maður verður bara snar bilaður af þessu sko þú ert alltaf að chase eitthvað meira stimulation sko. Þú ert alltaf að fara að henda skinkur í einhver Instagram model skilur og þú veist það er bara það sem þú gerir þetta gaman sko ég var fórhundur að fá að vita hvað P. Diddy var að gera við þessa 5.000 lítra af baby oil sem hann var að klínast með og svo talandi hitt þetta excess sko, þú færi allt sem þú vilt sko að ég er búin að vera að hlusta á ég byrja á að hlusta á ævisögu hennar konu sem að sprengdi Epstein-málið get aldrei, hún heitir svo skrýtnu nafni get ekki munna hún það þessi sem hún svipti sér lífi bara allegedly svipti sér lífi sko. Jeffrey Virginia Guffrey mjög áhugavert allt saman sko og svo í kjölfari þá datt ég inn í fólk sem heitir Entitled og semst bara Andrew og Söru Ferguson þetta er bara besta freakshow eða versta sem bara þú getur hugsaði sko og þá var mitt Andrew einhvern mann hann var með 17 vændiskonur hvað fjandan ætlar að gera við 17 vændiskonur bara að því bara meira bara ég get það má það þú veist ekki það að maður einhvern veginn sjá fyrir sér þetta en maður svona ímynda sér, þú veist, ok, 1 skilur, ok, 2, ok, ég fatt hvort að fara 3, ok leður komin í 4, þá er þetta að fara að vera einhvern veginn, fara að glata bara komin yfir eitthvað mörg sem að sko líkamlega þú getur sko eitthvað nýtt þetta sko. Hvað þá 17, sko, þá eru væntanlega bara einhverjir bara að sitja á sófanum og eitthvað það er nú bara sóun, sko, það er bara bröðlitt og svo Sara Ferguson sem nú greinilega bara hálfviti, sko og er alltaf í peningavandræðum og hún var bara alltaf með bara full dekkað bara eitthvað bara líka missilning hvað heima á sér og alltaf bara dekkuð 2 borð bara alltaf bara steik öðrum meginn og hvað hinn meginn svo var þetta aldrei éti svo var bara hún var dætna bara að éta snakka upp úr póka og bara hendi í ruslið afsakið ég spurði bara hvaða fólk er þetta? Sara Ferguson og Andrew Brynir Andrew Brynir? já, sorry ég heyrði Andy Prince Andy Prince þetta er ótrúlega dæmið þegar hann var að ljúga í þessu viðtali hann hafi verið á einhverjum pizzastað hann kann ekki svitna gæti ekki svitna og meðan hann var að svitna og það var ríkalegt sko. hann var nú að gera marga myndir það viðtal og einhverja Netflix-myndu og hann horfði aldrei á þetta já og svo fyrir þetta líka vestnandi sko. Þetta er öruglega úr nægu að taka stærsti álitsnækkir sem breska konungsfjölskyldan hefur þurft að gangi í gegnum sko. ríkalegt og eins og segja á nóg að taka sko. Ég held samt að The Crown kallinn ætti bara hendi í nýja séri bara með fókusin á þau þarna Söru og Andrew sko þetta er svo mikið gourmet sko af decadence ótrúlega taka eitt svona spin-off var einhvern veginn svona hálf fegina Elizabeth Grace í liði sko. Þetta var upp á spanniðina sko. Þetta var ríkalegt aðalgæin ríkalegt sko. Ég mynd sá Kensington höll þú varst bara að sjá allt bara ég veit það, ég sá allt saman og fórstu ekki á Barbican Station eins og ég sagði þér að gera nei, miðpunktur Slóhórsurs ég hefði þetta að gera hvað varst að gera í London? Ég var bara í helgaferð bara eitthvað að njóta ég fór eitthvað comedy show og eitthvað dæmi og var eitthvað að hitta eitthvað vinafólk og það var ekkert eðla engin frægur en það samt sko. Það var eitthvað gauð sem var gyðingu og var mikið að gera grína gyðingum af því að mátti hann antisemisti? Já, ég er bara gyðingur svona er þetta, þegar þú ert eitthvað og mátti gera grína já, helviti gott sko. en annars er ég bara búin að vera að horfa á Slóhórsins sko. Það er eiginlega já, ég rána með að setja að horfa aftur á Slóhórsins þetta er ekkert eðla gott já, ég þarf eiginlega ég tek þetta í jólfrí ég er búin að vera það er ekki sens að ég fái konum minna til að horfa á þetta með mér sko. en þá bara tek ég þetta hún myndi fíla þetta ef hún er inn til að horfa á eitt þátt þá er hún svolítið eiginlega strax fyrst átturinn byrjunadri er bara þannig að þú getur ekki annað að sofast í þetta sko. það er svo spennandi sko. og það er spennandi frábæra personur og ekki síst geggjaðar
kvenpersónar sko, svo alltaf leikið svo Er þetta ekki hérna Absúrt, Gary ja. Oldman? Gary Oldman á Geðveikt. S, sko, bara á eldi minni, sko, og í S-inu Svo líka að því að þú ert með þessa sko, skuldbindingafælinu þætti, þetta er náttúrulega breska mótil, þetta eru bara 6 þættir í sísoni sko. Þannig að Þá þetta eru að tala saman sko. Já, Þetta er nefnilega svo fála fullkomi og næstu séri er alltaf tilbúin elskar þú, far alltaf trailer og næstu séri geðveikt, sko, þetta er alveg geðveikt Já, en þetta helviti sem að þetta commitment sko, að ég náttúrulega er að halda ógeðslega mörgum boltum á lotti núna Er það málega? Já. Mér finnst það svo lítið í gangi Ég handa Pluribus, hann satt Já. skilika Ég tók fyrst og 2 af þeim Já, Mér fannst það góður sko. Er þetta geggjað? já, þetta er svolítið já, þetta er mjög áhugavert sko. Er þetta ekki gæði sem gerir bara Breaking Bad, þú veist, að fá bara að gera allt sem við vilja og bara eitthvað freaky stuff sem Nei, er ekkert þetta er skemmtilegt. náttúrulega klár maður sko. Já, og, þetta er svona- og fer bara alveg náttúrulega hann fer í að nýjar áttir með allavega sitt svona sína sköpun sko. Þetta er svona, þetta hive mind minni er náttúrulega ekki nýtt Nei, en nei. þetta er samt svo áhugavert þetta er svo djúp heimsbyggilegt sko. bara Já, svona, þetta er hver er maður Já. hvað gerir manni sjálfum og Geðveikt. Ég laka til tilbriði Invasion of the Body Snatchers bara, og svona mjög bara, þetta er djúft það er rosalega mikla pælingar í sko. ef þú vilt, þá getur alveg bara söktir á bólakaf sko. ég ekki til að setja okkur að spórunum en bara svona þessu tengdu ég tók Never Let Me Go við hvað mynd það Nei. Jó, býtu það er byggt á mynd sem sagt, á bók Katsu Isuguru sem er sem sagt, breskur rítuðundur að japanskumættum sem var Nobelinn svona 2014, 15, 16 eitthvað svo leys Ég hef lesið bókina klárlega en okkur finnst mér ég að horta á þetta ég nefnilega las bókina, ég hafði aldrei séð myndina Já. myndin er geggjum, hún er með Keira Knightley og hún er með Andrew Garfield er ekki hann sem leik Spiderman Jú, og, Vá, hvað er og lítið. Carey Mulligan þetta er 2010 já Vá, hvað er lítið og hún er stutt og þetta er bresk mynd og gerist öll einhvern veginn í einhver svona bresku sveitinni og svo einhver svona breskum strandþorpum og þetta er svona geðet væp og alveg svona djúp sorgleg Geðveikt. mynd, sko. Þetta fjallar börn í þessum hliðaveruleika sem að eru klónuð og notuð sem þau eru ræktuð til þess að vera síðan líffæragjafar og þetta fjallar bara einhvern veginn svona þeirra stöðu og þeirra rétt til lífs og þú veist svona hver er þýðing þeirra tilveru og þú veist þetta er alveg einmitt svona á sama átt og blúri svona djúp heimsbyggilegt sko. Og þetta er feel bad stuff Já, ég var að hugsa þetta djúp sorglegt Ekki feel good, heldur feel bad Svo er hérna á Netflix það er nú komin í 4. sæti serið hérna Beast in Me með hérna frú Jessie Plemons Búin sá það Kona mín tók þetta líka, hún sagði að þetta væri mjög gott Beast in Me, Jessica Nei, Claire Danes Claire Danes Claire Danes, hún er með saxóknarnum í Law & Order, hvað heitir hann hérna? Erum við komin eftir á nótur Það hefur komið fram eiginlega í öllum þessum 128 sem við gert að Law & Order kemur þetta er 60 degrees á Law & Order er bara lífið sko. Allar liggja til Law & Order Ég fíla þetta, Beast in Me Þetta er mjög þetta hjálp mér þetta er bara svona nógu intellectual eða þú veist nógu hvað segir maður, easy going samt þetta er bara spennandi og bara áhugaður illmenni og áhugaður twist ég sá svona brot úr þessu settist niður í sófann og horfði aðeins og eitthvað hann lék í hvað heitur hún eftir eitthvað Americans eins og leikari sem leikur vondakallin hann lék í það er einhver svona þættir KGB sem eru undercover ég hef aldrei séð það þeir voru líka góður ég horfði alveg fyrst sérna því eða eitthvað hann er öflugur í sig leikari sko. ég fíla hann í bótt sko. mér finnst það líka bara hvernig það var sko, einhvern veginn málaður í þessum þáttum hann var eitthvað ótrúlega eitthvað mikið illmenni sko. proper svona 21. aldar illmenni sko. 100% sko. Þetta er náttúrulega gott jára þannig að sér það, þannig að þú búin að horfa á heila seríu bara ég lendi stundum í þessu líka í 2 átónum að ég er bara nei, ég er ekki að horfa neitt svo er ég bara og svo fer ég heim og ég er eitthvað ég glemdi að minnast að ég er reyndar að horfa á þessa seríu og þessa seríu og þessa seríu Já, ég þarf að, ég ætla að þetta er á listanum mínum, ég þarf að sjá þetta en já, hann heitir Hugh Dancy maðurinn hennar Claire Danes hann lék lögguna í Hannibal þáttunum þar sem Mads Mikkelsen var Hannibal
og mjög sannfærður og einbeittur saksóknari í Law and Order. Sjálfsög. Já. En ekki hvað? Svo í 8. sæti á Netflix, það eitthvað sem heitir Absentia, mér líst rosalega vel á þetta. FBI kona sem talin af og myrta raðmorðingja en dúkkar upp 6 árum setna. Maðurinn hennar og með litlastr og son og kom með nýja konu og eitthvað svona bla bla. Og ég byrja að horfa á þetta gær og kom með einn horfa þá eitthvað litið að horfa þetta gamalt. Þetta sko 2019 og 20 og 30 þættir sko. Það eru 3 seríur sko. Þetta kom commitment fælinn í mér. Ég get ekki verið að byrja hérna á eldri þáttum 30 stykkir sko. Þetta hljómar. Þetta svona típist allt sem dúkkar þetta bara á Netflix sko. Og ekki bara hér, þetta bara á heimsvísu bara á topp 10 sko. Að því við erum að tala um þetta og minnir það mig á ég horfði á dönsku þættina The Acid. Já, þeir eru að vera geðvikir. Ég fíla þá, mér finnst það skemmtilegir. Ég er búin að heyra það. Já, mér finnst það solid, þú veist, nógu svona eitthvað neginn, nógu mikið high stakes, þú veist, fjallar lögreglukonu sem byrjuð bara fengið til þess að þykjast vera vinkona einhvers svona glæpa, sem sagt, einhver konu, stórtæks fíknefnaðsmiklara. Talandi Dani og glæpi, Svarti svanurinn, trakkaði hann eitthvað hérna á Íslandi það? Ég held að ekki RÚV að sína það. Það getur verið. Þetta var allavega huge í Danmörku sko. Einmitt. Ég held að sé einhvern tala um þetta hér. Nei, ég ekki Það er kannski verið svolítið síðan bara, ég veit það ekki. Ég bara fór að hugsa um þetta var bara þannig risastórt. Svartur svanur, danski heimildættir, ekki? Alveg rétt sko. Það má alveg mæla með þeim líka. Það er alveg og það er svona, þú veist, þetta er reyfarakent atburðarás sko. Já, en heimild að Já, þetta er sem sagt sko danskan lögmann Kvenkins sem er búin að vera aðstóða alls konar glæpamenn með þeirra mál og hún svona eitthvað gefur sér fram við það sem er að gera þessa heimildmynd og bara býðst til þess að vera sko svona undercover og það eru bara græja myndavélar og míkur og allt bara á skrifstofunar þetta er geðveikt dót sko. Verður maður ekki að horfa á þetta? Þetta er á sarpinu og RÚV. Já, takkið þetta er gott sko. Ég held að ég sé ekki auðvitað en ég tengi bara alltaf Svarti svanur ég tengi bara við sjoppuna sem við borðum alltaf á fréttablaðinu fyrstu árin á Rauðarárstíg mér ekki sjoppunni, Svarti svanurinn Nei. Það var á mötuneytu okkar þegar fréttablaða var í Þverholtinu sko. Sveittar samlokur og fínir í sko. Já, ekki Í álpappirnum eða? Samlokur í álpappir Já. Ég ætla að horfa á þetta, ég er spenntur. Já, en þessi, hvað heitir þetta? Legenden Legenden það var alltaf rosalega flott og gott mér var samt vanta eitthvað þetta er ekki alveg í hæst Danir eru bara highly superior í gerð svona glæpaþáttar sko, Danir er eitthvað på spennuna svona, en rosalega vel leikið Nikolás Bró er ekki löggan feitalöggan má ekki segja feitur lengur það er eitthvað frábærleikari sem er alltaf í öllu eitthvað nefn dönsku ég held ég veit ekki hvernig hann er öflugur sko Herri, talandur RÚV þetta er eiginlega bara svona við ekki við síðasta þátt þar sem við töluðum náttúrulega mikið Stephen King að ég veit ekki okkur ég fer aldrei inn á RÚV ég veit ekki okkur hvað ég var að talast þar en þar er svona þáttur sem heitir King on Screen og er sem sagt bíóaðlagan er Stephen King bóka skemmtilegt að horfa á þetta sko bara svona alveg hraðspóla í gegnum að tala við fullt af svona alveg playerum sko svo hann sem að gerði Sjósang og Green Mile og Mist get maður ekki hvað hann heitir My God og þar er líka að því ég var að tala um bláu ljósin í Belfast daginn Blue Lights 3. seríu sem er geggjuð þær eru allar ennþá á RÚV og sería 3 er komin inn á RÚV bara vík eftir ég sagði þetta hér sko að þetta væri must og þetta væri fálega gott já, sérstaklega 3. seríun er algjörlega bara sikk sko og já, meira King Mr. Mercedes er komið inn á Netflix líka Er það Stephen King? Já Ok Þetta eru 3 bækur sko geggjaður leikarinn já, bara Brendan Gleeson einmitt, bara að heyra það margir að tala um þetta núna þetta koma á Netflix þetta er orðið nokkur ára gamalt sko já, nefnilega og náttúrulega ég las þessu bækur látum við byrja á því að einhver geðsvílingur straujar niður biðröði eftir atvinnuleysisbótum eða einhverju þannig og mjög vondur maður
og já, þetta er gott stöf geggjað. Vá, geðvögt Þannig að það er alltaf gerast sko í þessu. Heyrðu, eitt enn Netflix það var að byrja í gær Abandons, þetta er einhverju vestri með Gillian Anderson og henni Cersei Lannister Vestri? Já, þetta er það reyndar alveg kast Já, þetta er Kurt Sutter sem er vist þekktastur fyrir að hafa gert Sons of Anarchy og verið einn af framleiðandi The Shield og þetta er eitthvað svona ríka vondapakki er að taka land af einhverju svona diverse hópi smælingja og Gillian Anderson er vonda hún er sem sagt já, og Cersei Lannister er sem sagt leiðir vörnina hjá ræflunum sko. Þetta hljóma mjög áhverst Já, það lítur rosalega vel út heldur þetta sé 7 þættir og ég held að Netflix að droppa öllum pakkanum í gær sko. Það eru líka báðað með svona svona period holningu sko. Það passa inn í þetta svona gömlu tímana sko. Gillian Anderson smell passar inn í einhvern vestra sko. Já, og líka bara eitthvað hún sé vondi sko. hún sé illmenni maður hefði alveg getað ímynd sér þetta verið auðvitað bara þegar Cersei Lannister bara, já, hún er vond það er reyndar alveg rétt, maður hefði alveg getað svissa þessu bara en ég er alveg smá skotin Gillian Anderson og það að hún sé vond gerir bara mikið fyrir mig sko. Já, ég held að ég á þess að hafa séð þetta, þá sé að það er það sem munir ríða bakkamunin sko. Áttur fann að gespa Já, erfur dagur, langur dagur 10 tíma vinnudagar, þetta er ekki mönnum bjóðandi sko. Nei. Þetta er ekki í lagi sko. It's not okay Nei, þetta er alltaf í lagi Þetta er vinnan, þetta er ekki ég Nei, en nú ertu með svona lítið börn Jónas, er þau ekki að horfa á eitthvað? Við erum svolítið fasíski hvað fá að horfa á sko. Ég reyna að stýra þeim í bíómyndir frekar en þætti helst eitthvað sem er svona eldra sko. Upp á bara það er alls konar með bara hvernig litirnir eru, hvernig klippingin er og hljóðin er og svona sem er bara og mjög stimulerandi fyrir börn það er þess vegna sem að nýradóti er meira það slærðu meira út sko ef maður vill að sitja á þegi þá getur maður kveikt á einhverju svoleiðis en það er náttúrulega bara ristar í þeim heilan líka sko þannig að ég er að reyna að stýra þeim fyrir eitthvað í Pocahontas og ég elska það að vera fyrsta Disney-myndi sem nefndir menn þú veist það er ekkert sko ég var alltaf Múlan maður sko en það er ekki trippnar af Múlan það er ekki trippnar af Múlan það er ekki Red Flag það er eitthvað skila það er nefnilega mjög slæmt sko ef það er að horfa þætti það er svona eins og Bluey það er alveg gott stöf það er líka bara gaman að horfa sjálfur sko það er sem maður hefur heyrt svo er eitthvað dottið inn sem heitir eitthvað Vampirina og það er svona það er alveg nýtt og það er svona 3D animation og það er skerpar litir og hljóðeffektar og svona, þú veist, þannig að það er svona spari en það er allt í læg það er bara einhvern svona kottrósna vampírustelpu sem flytur frá sko Transylvaníu til Pennsylvaníu og þú veist foreldrarnir eru líka vampírur og það er eitthvað skrýmsla að koma til þeir í heimsókn og svo er það snýst það og hún er eitthvað að fara í skóla það er alltaf leið sko, þetta er bara eitthvað Disney ég ánægði með ykkur að pæla svona í þessu hvað er að sína böndum Pítur Rólur, ég áttur að reykja raunin mína en muni ekki eftir Simpsons-þættinum Treehouse of Horror, nei, þeir eru þeirra Homer og fjölskylda fara heimsækja Burns í fína Risa mansioni eins og þegar Homer segir hann fallit á hann að bjóða okkur í húsi sitt in Pennsylvania wow. Nei, vegna ég er að vera bilaður með ég er að taka 5. hring í kláp uppeldi á barni er hann á YouTube? Já, þetta er óþolandi bara YouTube? Já, eiginlega og þetta er ég er svo glaður að ég náði þessum stóra áfanga núna daginn, hann er 3,5 árs að hann horfða með mér á Lion King frá upphæðlenda og ég bara, en Dóti, þú getur bara bannað hann að horfa á YouTube sko. Já, ég veit þú ræður sko. Já, ég veit það, en þá bara horfða hann ekki á neitt sem er bara allt í lagi líka þetta er hryllingu sko þetta er YouTube, þetta er bara alveg galið Já, ég vil ekki bara opna á þetta Nei, þú mátt ekki gera það eitthvað svona eins og kókomellan og svona, ég bara vil ekki sjá þetta er styrlun sko
En það er því að sem sagt sko náttúrulega frumburðurinn er 92 model og sem sagt Ljónakóngurinn er fyrsta myndin sem hann sá í bíó og ég er búin að fara með öll börnum mín í gegnum þessa mynd sko. Og sko krummi á 2 ára þegar ég fór með henni í bíó sko. Og þetta er fyrsta skiptið sem hann við þess að láta Guðs að horfa heila bíómynd af því hann náttúrulega strax orðin skemmtur af einhverju YouTube og er svo bara meðfætt ADHD sko. Alveg ótrúlegt, en þetta var rosa gaman og hann alveg dýrkaði þessa mynd og svo er þetta svo tilfinninga hlaði fyrir mig að ég var byrjaði bara að gráta bara í uppásatri ég tengi líka ég var líka svona í svona sambandi við þessa mynd sko. Þetta var myndin mín, ég horfði þessa mynd aftur rosa margir sem eru þarna sko. með Lion King og Toy Story Toy Story líka maður ég er ekki þar sko. Þú ert í Pocahontas nei, ég er í Pocahontas frekar sko. Ef ég fengi að velja mynd þá er þetta Mulan Ringjarinn í Notre Dame að því það er svo geðveikt tónlist í henni ég man eftir bíóferðina á Mulan sko. en svo einhvern veginn aðeigast þannig að það er bara að fíla upprænilega Jurassic Park í ræmur hún er alltaf góð með tónlistina bara og allt sko ég meina, þú veist, það er náttúrulega bara þessi myndi frá 93 þetta er þvæla það er þvæla hvað hún er flott hún er 10 sinnum flottari en myndið sem við erum að gera í dag það er eins og 12 og þetta er 1993 þetta er 3 árum ég fæðist það er eins og 12 grafík hafi bara stöðast þannig þú veist, en þetta er ekki tölvugrafík, skilur, þetta er bara þetta er props og er þetta ekki practical effect sko. það er alltaf miklu flotta ef maður ber saman upprunalegu Lord of the Rings sem eru mínar uppbólsmyndir ever, sko, við til dæmis Hobbitan ekki minnast á Hobbitan sko. Bara, þú veist, ég er einmitt sammála ég bara, þú veist, vil ekki tala um hann sko. Hann er ekki til sko. Nei, þetta er ógeðslegt sko. með að við sko síðan hvað upprunalega myndina sem er nánast allt praktikal effekt sko, fyrir utan eiginlega bara Gollum eru viðbjóðslega flott ég mun aldrei gleyma bara í Hobbitanu þegar þeir koma niður í tunnunum og það er allt bara green screen og þetta er allt bara þetta er eitthvað leðið bara og þetta er geð, bara ekkert annað raunverulegt sko. En svo klára þetta með barnaefni, getur náttúrulega að tala í klukkutímum alltaf dælis barnaefni það voru svona 3 af þessum börnum mínum voru alveg kafi í stubbanum sko. Ég hataði stubbana stubbarnir er alltaf læg sko. Ég veit það, nei svo bara í dag þá er ég bara gefið mér stubbana, please bara allt heldur en þetta helvítis kókómelon eða hvað þetta heitir stubbarnir eru með eitthvað bad rap foreldrar mín eru líka eitthvað svona skeptískur út í stubbana og ég held að þetta hafi verið að því þetta var mesta svona geimasýran þá sko. En í dag er þetta bara fínt með margt annað sko. og líka var held ég bara mjög vel verið að vanda til verka hjá BBC sko. Það voru eitthvað 2-3 sálfræðingar í teiminu sko, og svona, þetta er alveg bara en þetta stuða mann alveg rosalega. Erum við að tala um gömlu stubbana eða nýju stubbana? Það eru komið nýju stubbar líka. Já, þeir eru asnalegir. Þeir eru aðeins meira svona fast-paced sko, sem er ekki gott sko. Er barn í sólinni þar? Já ég er örgulega ekki sama barn samt sko. Akkur er barn í sólinni? Þetta er fyrir börn hefur ekki eitthvað kallin í tunglinu þetta eru lifandi verur, sólin og tungli sko. Svo er ég líka að gera upp í að taka Harry Potter með ég veit ekki hvort það megi í dag er ekki fyrstu 2 allt í lagi? Nei, út af kellingunni J.K. Rowling sköpunarverki sköpunarverki sko. Það er ekki að láta það trufla sig þetta er skemmtilega ég er bara sammála því ég hlustaði þá á Prince sko, á Michael Jackson mikið á Michael Jackson sérstaklega ég veit við erum bara dætt í klullara það er eitthvað vel gert hjá okkur við dættum alltaf í klullara sama hvað að gerist skilur ekki máli hvað sko. er þið að reyna að hafa þetta einhvern ákveðum tíma? Nei þetta var með við klullara þetta var svona 45-50 mínútur en ég hef alltaf gaman að því að fara yfir klukkutíman sko. Heyrðu þau samt auðvitað þið verður svo mikið að vel á okkur Lion King við vorum í spurningakefnum daginn í öðru podcasti Jesus, ekki minnast á hvað var það? Þetta er hvað í bíóblærinu Hafsteinn var að kynna nýtt spil þetta voru þungar spurningar það voru mjög þungar spurningar, ég vissi svona 2 komið með eina spurningu sem þið muni eftir hver talar fyrir Sasu í The Lion King? Já, ég vissi það við fengum ekki þessa spurningu á íslensku eða ensku
og hvað heitir karakterinn? Sasu. Við erum búin að segja það Sasu heitir hann, já, ég hef nú örugglega minnað það ég held ég bara aldrei séð hann á ensku sko. Ég vissi að þetta hefur verið Rowan Atkinson Já, og ég vissi líka þegar þú segir það já, ég vissi líka að Legally Blonde, Já. hvað heitir aðalperson Hún og hvað heitir leikona? Elle Woods Já, og hvað heitir og leikona? það er það er ekki nú er hann að slá saman línum hjá mér það er ekki Christina Applegate hún heitir ég man ekki hvað hann heitir Reese Witherspoon já, alveg Ég gæti þetta tvent Já, sem var heldur vel gert Mér fannst ég samslega geta svara erfiðustu spurningunum Við vorum meira að gata á einhverju svona bulli einhver basic en við skítöfnum Já, skítöfnum Þetta var ekki eins og keppni en hann tala fyrir Mufasa það er James Earl Jones það er alveg Jeremy Irons og Skarri Við tókum sér þátt þegar hann dó Já, Jeremy Irons fyrir Skarra á ensku það er geðvikt Það var helvíti vel kastað í svona teiknumyndir munið eftir teiknumyndir Móse Já, Prince of Egypt Geðvik það er eitthvað rosalegasta kast ever í henni ég man ekki þar var ekki að horfa þessa mynd aftur ég horfa hann daginn, hún er góð sko hún er bara góð, hún er ógislega flott Þetta er teiknumynd sem bara gerð fyrir fullorðna basically sko en kastið á ensku er rosalegt þetta er bara svona 8 stórnum sko. ég man ekkert að en farið bara inn á IMDb og tjekkja á þessu þetta er alveg svona bara wow þegar maður tjekkar á þessu sko. Wow Já, herrið, Oddur er að sofna en Jónas, ein beintenging þín við bransan sem við fjöllum þú ert formaður nefndar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar í Íslandi Já Er þetta spennandi gig? Þetta er það sko maður er náttúrulega smá kannski erfiðkallinn, skilurðu Já, þarft kannski að vera það maður þarf svolítið að gera það Fyrir heimsku hlustnina Já hvað gerir þessi nefnd? Já, síðan 2000 hefur verið tímabundið kvótan ekkert meira permanent en eitthvað tímabundið sem ríki ákveður að gera sko. En hefur verið endurgreiddur framleiðslukostnaður vegna kvikmyndaframleiðslu og framleiðslu á sjónvarpsþáttum á Íslandi. Alveg rétt. Þannig fáum við fullt af stórmyndum og getur Jodie Foster og hvað heita True Detective. Það er enda fyrir mína tíð sko, ég er bara búin að vera síðan í ágúst en það er sem sagt ég formaði þeirra nefndar sem tekur við umsóknum þetta og fer yfir og ákveður sem sagt hvort að þetta sé gælt í fínu lagi sem það er nú langa oftast og greiður út þessa endurgreiðslu. Að þú ert að fá bara tölvupóstar frá leikstjórum sem eru grátbyggðum. Já, ég er blessunlega með svona mjög gott fólk hjá kvikmyndamiðstöð sem svona human shield í þeim efnum sko. En það er ógeðslega duglegt fólk þar og ótrúlega flottur Geiri sem hefur þú veist, held ég bara allra mati vaxið og dafna mjög mikið út af þessu kerfi sko. Þú veist, þetta þykir mjög gott kerfið svona heimsvísu og Ísland er svona eftirsóttur staður til að koma og taka upp myndir en síðan er allt svolítið dýrt þannig að þú veist, þetta svona balanserar það út að þó þú sért að koma inn í eitt dýrasta land bara í heiminum að þá meikar þetta samt sens svona upp á budgeti að gera að komingað sko. Einmitt, og svo skilar þetta sér þú veist, þetta er þessi ábati og þetta skilar sér tilbaka þú veist, það eru ýmsir kostir sko, þú veist, það er kannski það hafa verið gerað skýrslu sem segja, þú veist, hver króna sem er fjárfest í þessu skila sér 6 tilbaka, þannig að svona kannski einföldun á þessu, ef þetta væri þannig þá myndi mann alltaf bara segjum þá bara 95% endalista í staðan fyrir 25 eða bara 100% og þá bara fáum við endalista pening það virkar ekki alveg þannig en það er alveg klárt að þetta er forsenda þess að Geirin hefur blómstrað eins og hann hefur gert en þetta skapar þú veist svona föst störf í Geiranum þannig að fólk geti haft þetta atvinnu sinni og eins og þú veist þetta er bæði íslenska framlýslur og síðan þú veist þeir hlutar af alþjóðlega framlýslu sem fara fram hér sem njóta endurgreiðslu þannig að þú veist þetta hefur byggt upp rosa mikla sérþekkingu að það sé að koma stór verkefni sem að Geirinn síðan nýta góðs af og skapa fullt af störfum og skapa grósku í þessum Geira
og svo, þú veist, annað bara því ég er þannig áhugamaður þú veist, þegar þessi stóru verkefni að koma þá eru sjaldan í Reykjavík skilur það kannski eitthvað aðeins í einhverju stúdíum og eitthvað, en oftast er það að fara út á land skilur og er að kaupa gistingu, er að kaupa veitingar og alls konar svona, þú veist annars staðar enn í Reykjavík sko. Þannig að þú veist, sérstaklega út á landi er þetta mjög sterkt. Við vorum nú bara með Zendaya og Christopher Nolan hérna daginn bara. Og þetta er svo sjálfsagt ekkert maður eiginlega kipir sig ekki upp við það. Alveg hættar kipir sig upp við það sko. Það er ekkert langt síðan sko, að það einhvern veginn fór að bresta á sko, og það er bara stórn hlut út af þessu kerfi sko. Það er svo miklar afleiður sko. Ég var það var fréttum daginn að endurgreiðslurnar hefur verið 5,3 milljarðar í ár og svo var ég að hlusta út á sögu eins og ég gera oft. Þá var eitthvað að liða hringin alveg brjálað og það var eins og bara hvað er að þessu fólki að vera bara gefa þarna 5 milljarða nei, þú skilur ekki sko þetta er hlutfall af peningum sem hefur annars ekki verið eitt í fyrsta lagi í hagkerfinu sko. Og svo náttúrulega er þetta náttúrulega bara öll störfin og þetta bara kemur hérna sko bara teknitekning inn Klálega. Og náttúrulega íslenskt fagfólk það fær kynningu sko og svo er að landkynning það verður tekið hérna tökustæðir sem að við kannski ekki alveg ná svona Star Wars pílagrímaferðum en það er sama, það kemur fullt af fólki hérna bara út á Game of Thrones. Já, ég held sko það er til einhverjar tölur ég man ekki hlutfalli, það er annarkvært eitthvað svona 40 eitthvað eða 60 eitthvað, svona eitthvað því bili af þeim ferðamönnum sem kom til Íslands nefna þú veist, kvikmyndir og þætti sem bara stóra ástæði fyrir því að koma sko. Þannig að þú veist, ferðaþjónustan hefur líka notið mikið góðs af þessu annað líka sko þú veist, þetta er svona meira kannski ég bara með hérna, Jónasarhattinn frekar en formannahattinn að tala en hérna þú veist, mér finnst alveg að við erum að styrkja menningu þó það sé ekkert eitthvað þó það sé ekki hægt að setja upp, þú veist, í þessu tilfelli er hægt að setja upp í Excel-skjal og sjá að þetta, þú veist, hefur ýmsa kosti fyrir hagkerfið, skilurðu, þú veist að kannski má deilum hverju þeir eru nákvæmlega, en klárlega skapað, hérna, þú veist, einhver lítið háframleiðinni gera sem, hérna, er góð fyrir landið, en burt sér frá því, finnst mér maður ekki þurfa að setja eitthvað dót upp í Excel-skjal og sjá að það sé arðbært til þess að maður styrki menningu, menning er bara sjálfsmynd okkar sem Íslendingar og þú veist að mörguleiti er hægt að segja þú veist allt hitt er í rauninni til þess að þjóna menningunni sko, frekar en öfugt sko. Menningin er ekki að þurfa þjóna einhverjum hagnaðarsjónarmiðum til þess að eiga rétt á sér heldur frekar séð að sko hagnaðarsjónarmiðin sem leiða til þess að við getum stundað einhverja menningu sko. En við erum orðin rosalega hrifin að hagnaðarsjónarmiðin. Já, en það er eina sem við báðum í bara peninga. Bara arðbært, er þetta arðbært og það er einhvern veginn það er eina sem stundum gerum að hluta þeir eru réttir sko. Og það er bara næg ástæða sko. Við erum að skiluru hjálpa fólki sem glímur við fátækt, við erum að þú veist passa upp á að aldra fólk og eitthvað ekki að því það eitthvað Excel-skjal segir okkur bara það er það sem maður á að gera það er það sem býr til samfélag er að maður færir fórnir fyrir aðra skiluru bæði á stórum og litlum skala að færa fórnir, þú veist að hjálpa viniðinum að flytja það er bara fórn sem maður tekur skilur því það er bara hlutaði að vera í samfélagi og það býr til svona sameiginlega skuldbildingar gagnvart hvort öðru. Það er eins og snar vaxandi eitthvað tilnefning til þess að vilja ekki vera partur af samfélagi, það er alltaf sturlar egoism í gangi sko. En eins og með þetta, sko nú er alltaf þetta bara, sko menning er alltaf bara þetta er alltaf bara súrefni sko og nú er þetta er alltaf nýbúið að vera útluta listamannlögunum og heyrum að gjamnið sko hefur þetta fólk pælt í því hvernig það væri að lifa hérna að vera enga bækur og væri ekki þjóðleikhús, ekki borgarleikhús nei, það er líka því að Brynja Níelsson var eitthvað kvart á Facebook í sumar og hann blotna alltaf í lappirnar að vera fórt í hérastóð með eitthvað gósbrunur og þetta er alltaf bara bruðl jólakötturinn hérna núna lækjagötu, þetta er alltaf bara bruðl en menna hvernig heldur það væri bara ekkert af þessu Akkur eru við ekki bara með eitthvað svona IKEA plastborð í óskreittum herbyggjum við hérna, hlustundu sjáðan alltaf ekki við sittum inn í mjög huggulegu herbyggi hérna þetta var engin hönnun og neitt hérna í þessu það var alltaf bara steinduð herbyggi og það væri óþægilegt að vera hérna inni sko. Ég var um þetta Austurvöll á maður, vakað Austurvöll þetta er bara jólaljós sko. Geðveikt og sett þú bara þína skatti í þetta það bara mínir skattar að fara í þetta hvað, ég að borga skatti í þetta svo þér líði betur Nei, menna, þú veist, þetta er eitthvað mér finnst þetta svo lítil hugsun skilur þetta er engin hugsun ef maður horfir til stærstu
borga í Evrópu, bara eitthvað svona Notre Dame skilur, Dómkirkjan í Köln Róm, bara eins og hún leggur sig skilur, haldið þetta hafi verið arðbærar fjárfestingar, skilur, haldið þetta hafi make a sense á Excel, skilur nei, en þetta samt eitthvað svona, þú veist maður gerir þetta þegar maður vill vera bara hnarreistur, skilur svo liftir þetta andanum og Hallgrímskirkja búin að skila sér tilbaka? Ég bara spyr reyndar öruglega en kannski ekki þegar maður beigð, skilur 1950 og eitthvað, það er ekkert eitthvað það er öruglega ekki hægt að reikna það út að þetta er einhver snild, sko 500 kall í turnin ekkert eðla áhverjum að tala um þetta er mjög áhverjum það er alltaf gaman þegar við tökum vinkilbæju út í menningun gerum þetta í síðasta þetta líka Símoni Birgis og Val Grettisson það var hámenningaþáttur með sem flesta Hollywood komum til Íslands bara við viljum þetta allt, skilur þetta er bara lámenning og hámenning og allt, þú veist, þetta er bara nöðsynlegt þetta er nöðsynlegt, sko eru áttur að fara að stúta þessu? Er það ekki bara? Það er bara því þetta eftir á þessu ári ég skil ekki bara hvernig þetta gerðist og þú veist ég skil ekki og við þurfum að taka sér jólaþátt líka við tökum alltaf sér jólaþátt þegar þá vorum í íslensku jólamyndina sástu hana, Christmas Quest sástu hana, það er að segja hana sko hún fer og leitar að fjársöðu jólasveinn bandarísk kona Júlats við fengum aldrei sem ama sig til þess að Hallmarkmynd þetta er svona Hallmarkmynd þessi þáttur er bara hjá okkur sem við tókum með aldrei bara eldist eins og gott vín það er að hlusta á hann aftur núna og alveg sérlega körrent ákvörð í þessum mánuði á aðvendunni Nei, það er líka, ég sá á Netflix í bíómyndalistan og það er sko 3/10 eitthvað svona jóla eitthvað svo líka Arineldur var komin á topp 10 í síðustu þá veistu hvert við erum að stefna sko. það er ekkert eðlilega gott Herri Jónas, þakka kærlega fyrir komuna við fáum þið aftur endilega. Og þá fáum við í eitthvað svona þátt sem við erum allir búin að horfa á Stranger Things 5 við horfum á eitthvað skrítið ég vil helst horfa á eitthvað skrítið sko. já, það hljómar ekkert aðeins vel sko. Tóti, við hljóttum að finna út úr þessu næstu og nú bara hvað við erum að gera já og það næstu það er ekki mikið gangi í hvað bíóheimum í desember er það? Ég meina það er að koma alltaf Avatar 18. Hörðu, við þurfum að taka hana Ætli ég verið þá ekki drullast þess að klára síðustu mynd að búa að fara undir radarn hjá mér Herðu, ég er búin að heyra að þetta sé kynferðislegasta myndin, það er mesta kynlífi í þessar mynd eru Navi-fólki mikið að setja halana saman í þessari mynd Talandi James Cameron, hann var með helviti góða yfirlýsing daginn hann vil að Netflix bíómyndir sé ekki gjaldgengar til Óskarsverðlauna það er þannig ég er eiginlega sammála á hvaða grundvelli væntanlega þetta sé bara ekki bíómyndir segir maður með CGI slopið hann gerir það fyrir breiðtjaldi sko já, reyndar og 3D myndir ok, við tökum Avatar í sér er það ekki bara næstu vika? Nei, hún kemur 18. sko þar næstu það við náum því ekki sko við þurfum að gera eitthvað annað og ekki breyta þessum sætti í ritstjórnarfund ok, allt í lagi allt í lagi það Jónas, takk fyrir komin aftur kæra þakkir Tóti, takk fyrir þig já, bara takk fyrir að vera komin aftur Tveir á toppnum er í samstarfi við Aðalskoðun Aðalskoðun býður hlustendum tveggja á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðvar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur.